Oddrún. Já. Sæl. Sæl. Herri, hér alltaf fullu. Alltaf fullu. Alltaf fullu. Landssambandi hestamannafélaga. Já. Pappi velinn að missa sig. Herðu, hún alveg bara... Getur þetta? Herðu, Já. þeir voru að koma í hús, diskarnir. Já. Er það ekki? Voru að koma í morgun. Já. Þeir eru hérna allt hús. Já, þú segja það. Og hvað hérna, þið hafa verið að keyra út í morgun eða verið að sækja? Já, sko búðirnar eru flestar komnar með diskinn. Já. Lífland og topprættar, hestar og menn. Já. Og knapinn og síðan voru að senda norður líka og Sauðárkrók. Þannig að síðan, já, búist við að fari síðan önnur pöntun á stað morgun eða hinn, maður veit ekki, það fer eftir hvað selst að þessu og síðan náttúrulega erum við eftir að senda mikið út líka. Já. Hvað hérna, hvað þetta er náttúrulega jólagjöfur? Já. Þetta er jólagjöfun, já. Hlýtur að vera? Já, þetta er, hvað, hérna er ég nú með, þetta eru 6 diskar af efni. Já. Og er hægt að kaupa það á staka eða sko, kynbótapakkin fyrir saman. Já. Og hápuntarnir saman. Þetta eru 2 diskar hér. Já. Og það er náttúrulega það helsta, sem sagt frá hápuntum mótsins, á B-úrslit, skeið, ræktunarbúsýningar og við erum nú með hérna einmitt í gangi núna hjá okkur. Hápuntana? Hápuntana. Já. Og þetta er fyrir diskurinn. Já. Og síðan eru hérna þessi pakki fyrir saman, kynbótarossin. Já. Þetta eru 4 diskar. Og hvað er verðið á? Herðu, verðið er, skal ég þér að segja. Herðu, já, kynbótapakkin, ég er hérna með þetta, sem sagt 4 spólur eru á 8.990 og hápuntarnir hérna eru á 5.990. Já. Það eru 2 diskar. Já. Og síðan, þetta er hægt að kaupa þessa hérna diska í búðum og beinum út þess og jafnframt seljum við þetta líka hérna hjá okkur og síðan erum við nú með í samstarfi við Hrossarækt hérna skal ég segja þess með pakkigangi sem sagt diskana alla og bókina Hrossarækt 15.000 krónur, gjafverð bara. Já. Þú ert þá í rauninni að fá bókina fría með í rauninni ef þú kaupir allan pakkan. Já. Þannig að þetta er mjög kannski sniðuð jólagjöfur. Þetta er, sko, engin hestamæður ætti að missa þessu. Þetta er bara aðal gjöfin í ár. Og hvað er meira hérna í gangi hjá okkur hérna í Landssambandinu? Já. Það er nú ýmislegt. Við erum, nú stjórnarfundur hjá mér í dag. Já. Stjórnir að koma saman og það er nú bara svona þessi hefðbundna starfsemi í gangi núna í desember. Við erum að setja saman í nefndir fyrir komandi starfsár og Er komin einhver dagskrá, einhver mótadagskrá fyrir veturinn? Sko, við erum einmitt að bíða eftir frá hestamannafélögunum mótadagskrá og skilafresturinn var 1. des. Þetta er að tínast inn og þetta fer jafnóðum á netið og þetta kemur inn, sko. Þannig að ég ætla að vona það, þetta verður bara klárt eftir svona allavega í næstu viku. Þannig að skilaboðin til þín að núna drífið ykkur að skila inn mótaskráni. Þannig að margir er að skipalegja sig fram í tíman og horfa einmitt í mótaskrána hjá okkur og bara drífið ykkur endilega. Ég hef heyrt að það eru með margir að bíða eftir henni. Já. Og það var komið dagsetningi það ekki á Íslandsmót? Jú, það var einhver dagsetning og Ísmótin okkar og hérna og eins og segi, það er náttúrulega nokkur búin að skila og meistaradeildina og einhverja sýningar. Þannig að við reynum bara að setja þetta inn jafnóðum og eða hún Hilda. Þannig að hérna bara hvet ykkur eindreiði til þess að klára þetta. Já. Svo að sé hægt að birta hana fljótt og vel. Og sér náttúrulega hestadagarnir sem eru þarna í sem sagt sama tíma og allar sterkustu. Þessi árlegu, þetta er 3. skipt sem verður með hestadagana og við erum svona að fara að móta, það er dagskrá í mótum fyrir það er kannski með svipuð sniðið svo hefur verið en hérna, vel einhverja nýjungur. Spennandi. Allavega aðalmálið í dag hjá ykkur er diskurinn. Diskurinn, já, algjörlega. Ertu ekki búin að horfa á hann? Jú, svona ekki alveg allan, en svona flest. Og reyfu eitthvað eftir á jólunum? Já, kannski að slaka eitthvað, þá kannski leggst maður upp í sófað með DVD. Já, nákvæmlega, ég stila það. Takk á þetta fyrir að spjalla. Já, takk sem leiðis.